ef að her hefur ekki óvin, þá býr hann til. En Bandaríkjamenn hins vegar, þegar þeir eru byrjaðir í stríðum, þá vilja þeir klára þau. Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson höfðu enga sannfæringu frekar en nokkur annar fyrir Íraksstríðinu. Það fannst öllum þetta augljóslega vond hugmynd. Það sem að tengir hernaðarmálum eða öryggismálum, því að þar með er náttúrulega hægt að stimpla allt saman top secret og það megi engin rýna í tölurnar eða hvað er á bakvið þetta. Þú ert bara komin á spennan. Umferð kjarnorku kafbáta er barómeter á spennuna milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Því meiri sem spennan er, þeim fleiri kafbátum er haldið á endalausri siglingu, endalaust á flakki, endalaust að fela sig. Þegar þú ert andstæðingur NATO, ger ég ráð fyrir, hefur þínar hugmyndir gagnvart NATO breyst eitthvað síðastliðna 19 mánuði? Þannig að við erum pínlítið komið með þessa furðulegu catch-22 stöðu að við viljum hafa her til þess að venda okkur fyrir þeirri ógn sem að hlýsta því að hér sé her. Þetta var náttúrulega bara loftslagskvíði á sterum því að þetta var náttúrulega bara heimsendir sem gat gerst bara fyrir mistök í tölvu. Greta Thunberg er að pikka vitlausan fæt. Það er miklu meiri líkur á að við sem mannkyn náum að þurrka okkur út með þessu heldur en einhver tíman með því þó að við látum bílinn okkar ganga aðeins í lausagangi eða étum einum hamborgara á mikið. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og komin er til mín hann Stefán Pálsson sem er hérna að skenkja í glösin. Við ég held að hafi aldrei verið stutt millibil á milli viðmælanda eins og þú núna. En já, ég ætla að hafa flöskunni hérna, þannig að það sé ekki fyrir kamerunni. Já, ég held að hafi aldrei liðið stutt á milli viðmælanda, en ástæðan er svo að bæði ætluðum við að fá okkur viski saman. Já. Skál fyrir því. Já, og velkomin. Við vorum óþarlega snemma að morgni fyrir viski síðast svo ég ljóstrum því nú upp. Já. Og núna er aðeins seinna daginn, þannig að við erum að gera þetta á kristilegum tíma. En ástæðan fyrir að ég vildi líka fá þig fljótt og það er út af því að það sem við ætluðum að ræða, ræddu við bara ekki neitt. Nei, henduðum bara til skurði. Og ég ætlaði að passa mig í dag að við byrjum strax að ræða málið út af því að seinast þá vorum við alltaf alveg að fara að ræða málið en við fórum alltaf að ræða eitthvað annað og mér fannst það gaman að tala við þig að ég vildi aldrei stoppa þær umræður. Þannig að við ákvaðum miðbik held ég hlaðvarpsins að gera þetta bara aftur. En hérna, svo við förum ekki að tala neitt annað. Nei. NATO. Já. Nú ert þú, fyrir þá sem ekki þekkja, stjórnarandstæðingur og þú varst framkvæmdastjóri eða það ekki rétt hjá mér og ert ritari í dag. Ég var formaður hjá samtökum hernaðarandstæðinga mjög lengi og hef verið viðloðandi stjórnina bara afskaplega lengi og eins og ég segi ritari núna, þess að titlatóið skiptir kannski ekki öllum máli. Nei. Svo við byrjum aðeins bara á upp á þessara samtaka. Hvaðan á það sína rætur til? Já, skemmtilegt að þú einmitt komur inn á það því að í prívatlífinu þá ég er sagnfræðingur og við erum einmitt búin að vera að vinna að því mjög lengi í okkar samtökum að láta skrifa sögu herstöðvabaráttunar og herstöðvamálsins. Vegna þess að ég held að það sé ekki hægt að skilja samhengið í íslenskri stjórnmálasögu 20. aldar nema maður taki tillit til þess að horfi á herstöðvabaráttuna vegna þess að þetta var mál sem þetta klauf þjóðina, þetta splundraði stjórnmálaflokkum, þetta réð því hvaða stjórnarmynstur voru möguleg í landinu langt skeið. Sumir segja hafi verið bara stór þáttur í því af hverju sósíaldemókratar og vinstri sósíalistar störfuðu alltaf í tveimur flokkum í þessu landi og að gera svo sem en þetta í dag. Og þetta er náttúrulega mikil saga sem er búið að vera að taka saman og það má náttúrulega segja það að hún stendur bara frá stríðslokum eiginlega bara þegar að
kalda stríðið skellur á eiginlega beint eftir seinni heimsstyrjöldina, þá fer nú marga gruna að Bandaríkin hafi nú ekki hug á að pakka saman og loka herstöðinni bara eins og hafi verið rætt á stríðsárunum. Og þess vegna verður inngangan þegar Ísland gengur inn í NATO og það samþykkt 30. mars 1949, þá verða þessi hörðu átök á Austurvelli og það verður bara allt vitlaust í þjóðfélaginu og þetta voru ekkert viðbrögð sem við sáum í neinum hinna NATO-ríkjanna og ástæðan var sú að menn lítu á þetta var í rauninni ekki viðbrögð sem að var við kannski NATO sem slíku en það var engin reynsla komin á það bandalag og prinsipið á bakvið það var í rauninni varnarbandalag, árás á eitt ríki væri árás á ríkin, og Ísland sko, sem herlaust land reiknaði nú ekkert með að vera í stóru hlutverki í því bandalagi en sko mótmælendurnir og fólki sem mótmælti og krafðist þjóðaratkvæðagreiðslu þar leit svo á að þarna væri verið að opna glufu sem að myndi leiða til þess að hingað myndi svo koma her með fasta viðveru eins og kom síðan í ljós 2 árum seinna að gerðist og eftir það þá hart deilt herinn og það eru stofnaðir stjórnmálaflokkar sérstaklega utanum það mál, það myndi vinstri stjórn í landinu 1956 sem beinlínis ætlar sér að reka herinn gugnar á því kemur í ljósa kannski efnahagslegu áhrifin voru það mikil, fjármálin voru tómu rugli þannig að Bandaríkjamenn voru mjög góður í stöðu með því að geta stýrt hingað lánsfjármagni og svo springur ríkisstjórnin út af öðrum málum og í kjölfarið af því og það árið 1960 aftur sko sagfræðingurinn gís upp í mér ég þarf bara að rekja þetta svona þetta var frábært 1960 þá eru stofnuð samtök hernámsandstæðinga þá hérna viðreisnarstjórnin komin við völd hún ætlaði sér svo sannarlega ekki að reka herinn andstæðingar hersins eru svona farnir að sjá að kannski muni þetta mál ekki vinnast bara í þingsölum þetta mun ekki barast vinnast með því að einhverjir flokkar sem hafi brottför hersins á stefnuskrá sinni vinni kosningar heldur þurfir að byggja upp einhverja fjöldarhefingu og það hefur verið að horfa til erlendra fyrirmynda þarna 2 árum fyrr höfðu í Bretlandi þessi samtök Campaign for Nuclear Disarmament CND sem er frægasta friðarhreyfingin hið alþjóðlega písmerki í rauninni bara einkennismerki CND samtakana þó átti sér nú ekki allir á því og þessi samtök höfðu þarna 2 árum fyrr byrjað að halda svokallar Aldremarston-göngur sem voru stórar göngur gegn kjarnorkuvopnum og fyrir friði frá Aldremarston herstöðinni sem var svona aðal kjarnorkuvopna geymsla Bandaríkjamanna í Bretlandi og til London og algjörlega innblásið af þessu þá 2 árum seinna haldin fyrsta Keflavíkurgangan þar sem ganga frá Keflavík til Reykjavíkur og menn höfðu nú margir hverjir svona litla trú á þessu verkefni í fyrstu þetta nú löngu áður heldur en að allir eru farnir að trimma og einhver spandexfött og annað þess aftar þannig að liðið marserar bara í blankskóm og fær þarna skelfileg hælsæri og komast í illan leik og sem sagt á grunni þessa eru þessi samtök stofnuð sem að svona skipuleggja baráttuna aðalega gegn hernum en svona NATO fylgir þarna með að því að Íslendingar tengdu þetta mjög sterkt saman að herstöðin í Keflavík og hún væri kannski svona gjaldið sem að við værum að greiða fyrir NATO þáttöku og þessi fyrstu á þessum árum þarna á 7. áratugnum þá baráttan hún á mjög þjóðernislegum nótum og kannski ekkert skrítið, það ekkert langt frá því að Alþingi var að lýðveldi var stofnað á Þingvöllum 1944 og þá hafði áherslan að Ísland ætlaði að verða hlutlaust, herlaust ríki verið mjög sterk og maður sér dálítið svona hugmyndina að menn eru bara skítrættir að það verði bara
nýtt stríð brjótist út, það verði þriðja heimsstyrjöldin og að Ísland muni dragast inn í það og þá kemur þetta slagorð herstöður skotmark. Þannig að menn vilja bara standa fyrir utan þetta, vera hér ekki með erlendan her, vera ekki inn í einhverjum hernaðarbandalögum til þess að bara, eins og ég segi, klemmast ekki inn á milli. Svo gerist það sama og alltaf gerist að við sjáum það að friðarhreyfingin á Íslandi sem alþjóðlega rís hennar og hníg fer eftir því hvernig staðan er í heimsmálunum. Ef að fólk er hrætt, ef að það eru endalaust bara fréttir í fjölmiðlum yfirvofandi stórstríð og bara fólki finnst hér raunverulega ógnað, þá fer það út á göturnar og lætur þessi mál til sín taka. Þegar að slaknar á og einhverjar kjarnorkusprengjur og erlendir herir hætt að vera áhyggjuefni, þá bara byrja fólk þá beitir fólk orku sinni einhvers staðar annar staðar fyrir að snúa sér að annarri baráttu. Þannig að þessi fyrstu gömlu samtök hernámsandstæðinga, þau lognast út af svona undir lok 7. áratugarins á sama tíma og heimsbyggðin er hætt að hafa miklar áhyggjur af kalda stríðinu. Það er stundum talað kaldastríðið í þátíð á þessum tíma. Við í baksinnsspeglinum við ímyndum okkur ofta að kaldastríðið hafi verið samfellt tímabil af spennu ástandi þar sem hafi bara verið við það að ýta á rauðatakkan. En það var alls ekki þannig. Því að þarna svona upp undir 1970 þá láta Bandaríkin og Sovétríkin svona nægja að vera að berjast bara í þriðja heiminum, einhverjum svona proxy stríðum þar sem þau styðja mismunandi aðila, en þau eru ekki svo endilega grá fyrir járnum hvort á móti öðru. Við sjáum mér að segja í Hollywood að þá þarf James Bond að skipta út KGB sem óvinnum því að það er engin hrættur við KGB-njósnara allt í einu lengur og þá þarf að búa til spektri, einhver svona óskilgreind alþjóðleg glæpa og hryðjuverkasamtök. Þannig að þarna sjáum við bara svona niður túr minni áherslu á hermálið. Við fáum aftur vinstri stjórn í landinu eftir að viðreisnarstjórnin fellur og hún tekur við 1971. Aftur ætlar hún sér að reka herinn en gugnar á því af ýmsum ástæðum og síðan bara fellur hún út af óskyldum málum, út af efnahagsmálum og þá eiginlega svona í tengslum við það þegar að menn svona sjá kannski fram á það því þeir treysta ekki að þessi ríkisstjórn sé líkleg til þess að framkvæma þetta í raun og veru. Framsóknarflokkurinn átti bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra í ríkisstjórninni og þó að það væru margir fótgönguliðar í Framsóknarflokknum og ungliðarhreyfingin sem að var mjög hörð á móti hernum, að þó voru margir í forustunni sem að voru aldrei að fara að framkvæma þetta. Þannig að þá eru samtökin í rauninni endurvakin og heita þá samtök herstöðuandstæðinga og starfa frá 1972 og það eru talsvert öðruvísi samtök. Það sem er þá búið að gerast er að þá er svona 68 kynslóðin, svona vinstri róttækni 8. áratugarins komin til sögunar með alþjóðahyggjunni. Og þá förum við að sjá allt í einu að fólki sem er að berjast, það er að mótmæla einhverju bandarískri herstöð í Keflavík, en það er ekki að gera það vegna þess að það sé endilega svo mikið hrætt við þá herstöð, eða það hafi svona miklar áhyggjur af því að það sé eitthvað kanaútvarp eða að það sé einhverju hermenn að kenna mönnum að tyggja tyggigúmmi eða drekka Coca-Cola eins og minn höfðu haft einhverjum árum áður. Þá er þetta orðið svona unga fólkið sem er búið að vera að berjast undir stríðin í Víetnam, sem er alveg að hafa á fullu áhyggjur af heimsvaldastefnu bæði Bandaríkjanna og Sovétríkjanna, það hvernig Sovétríkin hafi ráðist inn í Tékkóslóvakíu, hvernig Bandaríkin séu að hegða sér í Rómönsku Ameríku, allir vita allt herforingjastjórnina í Síle og þar fram eftir götunum. Þá kemur þessi alþjóðahyggja, þannig að menn mótmæla hernum að því að hann er nærtækasta birtingamyndin af þessu alþjóðlega hernaðarbatteríi sem henni eru að mótmæla.
og þetta heldur áfram, ég get haldið áfram í allan nótt, ég held þú gerir það bara og svo, frábært og þarna sjáum við og þá er þetta pingulítið óvenjulegt á meðan að Evrópa hefur á meðan að svona friðarhreyfingin er ennþá frekar bara svona róleg í Evrópu að því að aftur það er slaki, það er þetta slökunar skeið í alþjóðamálum, þá fáum við einhverja langstærsta Keflavíkurgangan sem er haldin í sögunni, hún er 1976 sem er svona algjörlega óskiljanlegt ef maður horfir bara á sögu friðarhreyfingarinnar en skiljanlegt vegna þess að þarna eru þorskastríðin í gangi, þarna eru bara 200 mílna útfærslan. Þá er þetta ennþá svona alveg þjóðarnishyggju þema. Þá er mjög auðvelt fyrir herstöðuandstæðinga að segja, heyrðu, við erum hérna með NATO herskip frá NATO-ríkinu Bretlandi sem að sigla hérna á varðskipin okkar og við erum hérna í einhverju hernaðabandalagi sem á að venda okkur og svo er hérna bara ráðist á okkur á miðunum á sama tíma þá er verið að gera góða viðskiptasamninga við Sovjetríkin og menn segja, býta, hver er óvinnurinn hérna? Þannig að það frægt er að þessu dramatíska ári 1976 þá eru einhverja stærstu mótmæla aðgerðirnar gegn hernum, þær eru skipulagðar af útvegsmönnum suður með sjó, það er jafnvel sveitastjórnarmenn úr sjálfstæðisflokknum eru bara að setja hlekki á hlið herstöðvarinnar bara til þess að krefjast þess að Bretarnir verði stoppaðir í þorskastríðinu. En síðan hleypur aftur kapp í kalda stríð. Og það er þegar að þessi spennutími byrjar aftur, þegar að kjarnorku kapplaupið byrjar sem að margir tengja við Ronald Reagan en var í rauninni byrjað í tíð Carter-stjórnarinnar og það eru svona margir samhangandi atburðir. Sovjetríki ráðast inn í Afganistan sem að hefur mikið að segja. Síðan er byrja mikil uppbygging kjarnorkuvopna á meginlandi Evrópu. Bæði Varsjárbandalagið og NATO fara að setja upp skamm- og meðaldrægar kjarnaflaugar. Hugmyndin það, í rauninni þetta er aldrei kaldhæðnislegt að það leyti sem að kjarnorkusprengjurnar eru svo stórar og margar að það var algjörlega ljóst að ef það kemur til kjarnorkustríðs þá myndi bara mannkynið þurrkast út margfalt en þá fyrst byrja menn einhvern veginn að fara að gæla við hugmyndir að setja vinna kjarnorkustríð. Þannig að það er farið að Var þá MAD-doktrin eða Mutual Assured Destruction doktrin ekki komið inn? Jú, hún hafði verið í rauninni í gangi árin áður og menn höfðu aldrei svona litið svo á að kjarnorkusprengjur væru bara, hún væri sjálfsmorðstakkin. Það myndi í rauninni aldrei neitt gera það vegna að ef þú kastaði kjarnorkusprengju þá myndi hinn kasta kjarnorkusprengjum og allir myndu deyja. En þarna eru allt í einu herforingjarnir farnir að hugsa að nú kannski hægt að vinna. Ef við sprengjum nógu mikið af vopnum óvinnana á jörðu niðri, þá áður heldur þeir ná að svara, þú veist, og Bandaríkjastjórn fer að þróa hugmyndina stjörnustríðsáætlunina, þar sem séu bara einhverjar byssur í geimnum sem að myndu bara skjóta sovjesku eldflauga pallana á jörðu niðri eða bara skjóta raketturnar á flugi. Samhliða þessum kjarnahjúp sem átti að stöðva þessar sprengjur. Það var partur af þessu. Já. Og svo var náttúrulega mikilvægur hluti af þessu var það að til þess að geta eiga möguleikan á að vinna kjarnorkustríð að þá var það mjög mikilvægt að hafa stóran hluta af kjarnorkuvopnabúrunum hreyfanlegan, þannig að þá er farið að setja kjarnorkusprengjur úr stórum stíl ofan í kafbáta og halda kafbátunum á endalausri siglingu heimshöfin og þannig er þetta enn í dag að í rauninni umferð kjarnorkukafbáta er barómeter á spennuna milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Því meiri sem spennan er, þeim mun fleiri kafbátum er haldið á endalausri siglingu, endalaust á flakki, endalaust að fela sig og svo er hinn aðilinn á meðan að reyna að trakka niður þessa kafbáta með þessu endalausa flugi eins og við höfum verið að sjá hér á Íslandi síðustu árin. Og þetta bara klímaksar algjörlega þarna
á fyrirluta 9. áratugarins. Ég alinn upp þarna, ég eitt af börnum 9. áratugarins þar sem að sko kjarnorkuógnin allstaðar viðvarandi. Hún í dægurlögunum, hún í bíómyndunum, sko í símaskránni var bara síðan sem að útskýrði hvernig ætti að hegða sér í kjarnorkustríði með alls konar svona furðulegum upplýsingum, farandi borð og svona farandi borð og álpapír fyrir gluggana svo heyrði maður sko var þetta á 3 mánaða fresti þá prúfuðu almannavarnir viðvörunarflauturnar, það var alltaf í hádeginu fyrsta þriðjudag, þriðja hvert mánuð og allir fengu hland fyrir hjartað í hvert einasta skipta, vissu allir þetta væri æfing, það fóru allir að hugsa það sama allir krakkar, þetta var alveg bara sko, þetta var náttúrulega bara loftslagskvíði á sterum sko, því að þetta var náttúrulega bara heimsendir sem gat gerst bara fyrir mistöku tölvu eða því að einhver gæsahópur væri vittlust greindur af einhverju ratsjárstöð og þetta gerir það náttúrulega verkum að þarna verður fríðarhreyfingin, hún er aldrei verið jafn öflug. Mótmælin gegn kjarnorkuvopnunum þarna í byrjun 9. áratugarins eru bara einhverja stærstu pólitísku aðgerðir allra tíma. Á þessum árum þá breytist líka dálítið yfirbragð fríðarhreyfingarinnar, ekki bara á Íslandi, heldur líka alþjóðlega á þann hátt að svona, þetta hættir að vera svona kallar að halda ræðu eða safna saman virðulegum mentamönnum sem skrifa undir eitthvað ávarp og þetta fer að verða svona meiri kannski áhersla á svona listrænar aðgerðir, listafólk fer inn í þetta, konur, kvennarhreyfingin er mjög samtvinnuð við þetta, einhver frægasti aktivismi þessara ára voru bresku konurnar sem að voru með fríðarbúðurnar í Greenham Common, sem að voru bara tjaldbúðir kvenna sem að voru í mörg ár við eina stærstu kjarnorkuherstöðina í Bretlandi þar sem að þær voru þarna stöðut með einhverjar aðgerðir og spilandi á bongotrommur og einhverjum hippadönsum og síðan að sabotera herstöðina með einhverjum beinum aðgerðum og þetta er í rauninni sko, þarna er ég sem krakki að alast upp. Móðir mín var formaður þarna í samtökunum, ég er alinn upp við þetta og upplifi það bara sem pjakkur hvað bara heimsbyggðin verður fegin þegar Gorbatsjov kemur einhvern veginn og verður bara einhvern veginn svona rödd skynseminar því að mann var nú alveg hægt að lítast á þessa sko hrumu gömlu kalla sem að stjórnuðu bæði í Moskvu áður og Reagan farin að sýna þarna einhver fyrstu merki af Alzheimernum og bara einhvern veginn heiminum var bjargað frá gjöreyðingu. Síðan líka kalda stríðinu. Þá kem ég inn sem er mjög vondur tími til þess að byrja í friðarhreyfingunni.